4 og þið að hlusta hér á FM 95 Blö á FM 957. Það miðvikudagurinn 20. og 2. maí og já, ég sitt hér í Fanta Feeling í stúdíónu en já, eins og alla miðvikudag þá á Pétur Jón Sigfússon að sitja hérna beint á móti mér. Hann ekki mættur, hann var ekki hérna í síðustu viku en á nú að vera hérna í dag. Hann var allavega ekkert búinn að byrja frí eða neitt. En bara ekki mættur, þannig að ég að spája að ringja í litla hobbitan og sjá hvar hann hérna svona í byrjun þáttar, svo ég geti nú sagt ykkur hvernig þetta verður hjá okkur í dag. Halló? Pétur? Já. Sælunur auðvitað hérna? Pétur, hvað ekki? Skelli fíblið á eða? Herru, afsakið þetta, ég ætla að ringja þess aftur í hérna lasna. Ég held að hann viti að hann sé orðinn allt og seinn, en veit nú ekki á hverju hann skellt á. Kannski veit hann ekki hann í beinni útsendingu. Svaraðu þarna, vitleysingur. Pétur? Halló? Pétur? Hver það? Hver þetta? Þú veist alveg hver þetta er auðvitað hérna. Hvað ert að gera með raddbreytirinn? Hvað segir þú? Hvað ert að gera með raddbreytirinn? Hvar ertu? Veikur hvað þú að tala? Ég ætla að tala við þig, gerpið þitt. Já, hver ég? Hver ertu? Pétur, hættu þessu. Hvar ertu, drengur? Klukkan orðin 4. Hvað segir þú? Nei, nú hættu að tala í raddbreytirinn, Pési. Ég skal við smaka lítið. Halló? Ha? Halló? Pétur, nennu, please að sleppa raddbreytinum. Ég er bara Ha? Ég ekki í lagi með þetta, gerpið maður. Afsakið þetta, kæru hlustendur, ég veit ekki alveg hvað í gangi með hann vitleysing. Ég ætla að hringja hann hérna einu svona enn, svona aðtóa hvort hann sé ekki örugglega á leiðinni. Ég ætla bara að láta hann heyra það hérna núna. Það ringir allavega. Nennu þetta ekki tala við hann ennþá með raddbreytirinn. Já. Pétur? Já. Hvað, ekki í lagi með þig eða? Hvað? Hvað, veldur ég ekki vita að þú væri með raddbreytirinn á hana? Já, það. Þetta var bara smá grín. Já, gott grín, en klukkan löngu orðin 4, af hverju ekki mættur? Mættu hvert? Ekki í lagi með þig. Í þáttinn FM 95 Blö. Það miðvikudagur. Já, það var ekki skapið fyrir það í dag. Ha? Ég er ekki skapið fyrir það í dag. Ertu ekki í skapi fyrir, hvað, fyrir þættinu? Já. Já. Það bara nóg annað að gera og... Og hvað, hefur ekki tökst þær að segja með það? Og myndir ekki koma í dag, eða? Já, ég meina, skiptir það, eða þú veist, skiptir það einhverju máli? Já, það kannski reynt að fá eitthvað svona annan í staðinn. Já. Ég veit ekki, ég er hún alltaf stór fyrir þetta, sko. Fyrir þáttinn? Já. Já. Þannig að þú ert ekkert að koma í dag, eða? Blessaði þegið, maður. Allt í kjafti. Hvað langt í þið, ásninn? Allt í kjafti, þetta er blöð. Hvað þetta? Vá, það ert svo bilað. Ert á leiðinu? Allt í kjafti. Egið, maður. Ert á leiðinu í þáttinn, Pétur? Leiðinni, skeiðinni. Þú ert í beinni útsendingu núna, þannig að svo hlustendur vitið allavega hvort þú sért hérna í dag eða ekki. Blöndan. Já. Allt í kjafti. Herra, nei, ég er alveg. Hvað langt þig? Ég er bara að leggja hérna fyrir utan nú. Já, ok, glæsilegt. Þetta einhverju þrjú vestu síndur sem ég tekja aðeins, en ég sé þetta smá. Hvað meinar þau? Svo vitlegur, sé þetta smá. Ég var bara aðeins að drepa tíman. Drepa tíma, já, hvað varstu með raddbreytirinn á það? Nei, þetta var bara rosa slæmt tíma saman. Ég sé þetta smá. Ok, þannig að þú ert með mér í dag? Já, ætlum að vera ekki að hísja upp þessi brækurnar og koma þarna. Það er mikið óbúslega gleðið að mig. Ég sé þetta smá. Það er þannig veður samt daginn en ég var alltaf, sko. Þetta er gluggaveður og þú veist það, ég sé þetta smá.
Ok, bye. Jæja, þá heyrið það, kæru hlustendur, hann rétt á komin hér í stúdíóið. Hann með eitthvað töffaraskap hérna fyrir utan bara, þannig að við skulum fá hér lag og svo slúður með P.S. Þetta er Justin Bieber og will.i.am hér með lagið That Power. Klukkan orðin, 9 mínútur yfir 4. Og eitt sá allra svalasti á klakanum með mættur í hús. Hann, fann sér eitthvað tíma hérna handa okkur, kæru hlustendur. Hann heitir Pétur Jón Sigfússon, ég býð hann velkominn. Það er bara blessaður og sæll og takk fyrir það maður. Gaman að sjá þig. Já, sömuleiðis. Hvernig er þú? Ég er góður bara. Ekki? Jó, hvernig er þú? Ég er bara svaka góður maður. Já. Sæll kaldur. Illa svalur á því og... Já, maður er afslappaður í dag. Já, er þetta ekki nett gluggaveður samt út eða? Nei. Ekki? Bara bók og blíða. Mér er svo kalt í rokinu á hann. Já, ég meina, þú veist, þetta er bara, Svona er bara Ísland. Já, það er bara svo. Það er heiðskýrt og sól og við þurfum ekki, þetta er bara eitt besta mál. Fáum það ekkert mikið betra? Ekki á þessum árstíma, það er mæ. Já, en við erum hér í Fanta Feelings strákandir og nóg framundan hér í okkar strákanum. Alveg stút fullur þáttur. Vinur okkar Gunnþór, hann kemur aftur í fyrsta sinn eftir langan tíma. Og hann er, ekkert allt og sáttu við það að Framsóknarflokkurinn og Sjálfstæðisflokkurinn séu komnir í stjórn aftur. Nei. Hann heldur nú að það verði partí. Það ávísun og vesen. Já, þannig að hann lætur heyri sér eftir. Hann syngir í Sjálfstæðisflokkin og Framsóknarflokkin. Við erum með, sturla staðrindar á sínum tíma. Pétur Jón Sigfússon kom með gamlan vin sem hefur komið betur inn á eftir. Já. Sem að, var að líta til okkar hér. Já, hún var vinsæll hér á sínum tíma. Svo er brandarakeppnin. Brandarakeppnin, já, alveg rétt. Af því að það var karaoke í síðustu viku. Ég og Steindi fórum í karaoke. Þið fóruð í karaoke? Já. Hver segir það? Steindi vann mig. Í alveg, hvaða lag tók hann? Þú hast með Rammstein. Nú, sem að ég var búinn að taka. Tók ég það ekki? Jó, þeir eru allir í rockinu. Ég þarf að fara að velja einhvern rocklag. Já, þetta er náttúrulega, þetta lag, ef þú tekur þetta lag, þá bara, það getur ekki klikkað. Já, þú gerir það vel. Og gerði það vel? Já, hann var, ég verð að gefa Steinda, hann var bara nokkuð góður. Hann er fantasöngvari. Já, hann náttúrulega var hann rappa og svona. Já. Hann kann alveg að syngja. En það er eins og að komið að slúðri hér í FM 95 Blöð. Já. Og ég er nú ekki, það viltu kynna þinn kannski? Já, þeir eru með stilt á FM 95 Blöð hér klukkan rétt rúmlega og það er komið að þeim fasta dagskrálið hér hjá okkur sem við köllum slúður, sérstakur slúður, kongur, stöðvarinn og Rauðan Blöndal. Við skulum gefa honum gólfið, gefa honum gott hljóð hlustið. Takk fyrir það og spikfeitur slúðurpakki frá útlöndum. Gjörðu svo vel við. Og takk fyrir hlýju orð, Pétur, virkilega gaman að hafa þig. Ég ætla að byrja slúðrið á Tiger Woods og Sergio Garcia sem eru nú svona tveir bestu golfarar heims í dag. En það andar köldu á milli þeirra, það er alls engin vinskapið þar í gangi og nú er allt vitlaust eftir að Sergio Garcia átti að hafa verið með rasisma í garð Tiger Woods. Eina er sko... Ég ætla að spyrja þig hans út í þetta, Pétur. Þannig var mál með vexti að þeir voru búin að rífast eftir að Tiger Woods vann síðasta gólmót sem að þeir voru svona í baróttinu, það mótið The Players og það var fyrir 2 vikur síðan og þeir hafa aldrei verið miklu vinnir. En svo var Sergio Garcia spurður að því hvort að hann og Tiger Woods myndi fá sér að borða saman á US Open sem er núna á næsta leiti. Þá segir hann orðrétt ég ætla bara að lesa á ensku, þá segir sem sagt Garcia: "We will have him round every night. We will serve fried chicken." Og alltaf er bara svona eitthvað að djóka. Það er allt brjálaði við þessu, því að þetta er víst rasismi þar sem að Tiger Woods og svartur og hörund og þetta sé svona stereotýpa að allir svartingar elski steiktan kjúkling. Já. Þannig að nú spyr ég þig, fannst þér þetta gróft hjá Sergio Garcia? Nei. Það, þú veist, eru ekki alltaf að gera grína því að elski fried chicken og... Ég hef bara aldrei heyrt það. Nei, ég hef reyndar alveg heyrt það. Er það? Já, hefur ekki séð það í stand-up í öllum eins og bæði Eddie Murphy og Chris Rock en kannski er það, þetta er kannski svona smá, hann allavega sér virkilega eftir þessu hann Sergio Garcia. Já. En sko, það er eina sem ég meina, þú veist, ef að mennum verður á. Já, en hann segir hér og ég trúi honum alveg, hann segist aldrei að alltaf vera með eitthvað rasisma, hann alltaf bara reyna að vera fyndinn. Já. Þannig að, en svona er það stundum. Svo er það, Robert Pattinson, hann er endalega fluttur út frá Kristen Stewart. Hann er búinn að taka allt ótið sitt, hendaði upp á rauðan pallbíl og keyra í burtu. Hver? Robert Pattinson vinnur okkar úr Twilight. Vinnur okkar? Já, vampíran sem hefur alltaf verið slúður mannstykki. Hún hélt fram hjá honum í fyrra með einhverju leikstjóra. Það var búinn að gleyma því. Já, og það sem fylgdi víst mælirinn hjá Robert Pattinson var að hann sá einhver SMS í símanum hennar. Þar sem hún var víst ennþá að tala við þennan fjörgamla leikstjóra Rupert Sanders, það er að segja Kristen Stewart. Sem að hún var með.
Já, sem að hún hélt fram hjá honum, sko. Já. Og náðist myndir að því og eitthvað. Með honum? Með þessum Rupert Sanders, leikstjóra. Okay. Og svo sá Pattinson að hún var búin að vera að senda honum einhver SMS og eitthvað. Og það bara fyllti mælinn, hann tók bara pick-up bílinn sinn og hendi draslinu á pallinn og brunaði bara í burtu. Sniðut hjá hann að mega pick-up bíl. Já, þægilegt svona, þú ert að mikið að hætta með kæristunni eins og þau eru búin að vera að gera, þau eru búin að vera on and off. Já. Þannig að þetta var hent honum fínt að vera bara með pallbílinn. Já, það er úgeðslega. Sko, ef maður ætlar að vera í þessu, að byrja að hætta með kærastunum, á maður að eiga pallbíl. Já, okkur horfður svona mig. Ég veit ekki, ég var bara að tala við þig. Já. Ég var að segja þér þetta. Hvað, ég horf eitthvað annað ef ég er að tala við þig? Ég held að vera að meina, ég ætti kannski að pallbíl eða eitthvað. Ég get líka að horta á eitthvað. Nei, já, það er kannski eitthvað sem að þú ættir að skoða auðvun. Nei. Fáðið pallbíl. Alls ekki, þetta var sniðut í honum. Já, mjög sniðut. Ég hef aldrei verið eitthvað að byrja að hætta saman aftur og aftur. Ég held að þú væri flottur samt á pallbíl. Já. Þetta gengur ekki verið okkur svona Audi, þú veist, hann er svo lár og svona. Ég fara að detta í svona pallbílinn. Ég held að þú sett ekta típan í að vera á pallbílinn. Já, ég til í það. Og ert svo amerískur í rauninni. Já, ég veit, það er náttúrulega bjóðan úti. Já, bjóst í Oklahoma. Já, þannig að sér það. En þetta er hugum minn hjá því fólki í dag. Já. Þetta er, þessar hrikalegu fellibili, mann, alveg skelfilegt. Aðalegt. Svo ég ætla að enda slúrið á Miley Cyrus og Rihanna. En Miley Cyrus var valin kynþokkafyrsta kona heims af FHM tímaritinu núna daginn. Og sagði viðtalið að henni fyndist Rihanna svo allra kynþokkafyrsta og væri, ef hún þyrfti að kissa einhverja stelpu þá myndi hún velja Rihanna eða einhverja konu. Og nú var Rihanna að gefa frá sér yfirlýsingu að hún sé til, þannig að hún megi bara koma og smetla á sig kossið þegar henni sýnist. Já. Þannig að, Ég vil að vona að ég missi af þeim kossið mér. Já, en hérna stendur sko bara Single Rihanna wants to get it on with Miley Cyrus. Já. Þannig að það er kannski meira en koss, ég veit það ekki. Já, þetta var þétt pakkað slúðurpakki hér og greinilegt að eitt og annað gengur á hérna í henni Hollywood. Já, og í golfheiminum. Maður. Ert þú með eitthvað slúður að sjálfu þig, Pétur? Ekki nokkur einasta. Hvað er búið að gerast þér? Ekki neitt. Þú er ekki verið í 2 vikur, hvað er með eitthvað slúður að sjálfu þér? Ég veit ekki hvað það er. Ef það ætti að koma einhvað með þér í eitthvað svona slúðutímarit núna, hvað myndi koma? Hvað er það merkilegasta sem við gerst þér síðustu 2 vikur? Stórleikarinn Pétur Jón Sigfússon fylltu í eðurnar. Já, var að miklu hreinsa fellísi sitt. Glæsilegt. 2001 ár gerða svona Palomino Colt, 9 fetta fellísi. Kallinn er að gera það klárt fyrir sömarið og gemdiði út í vetum maður og það var eitthvað mikla í tjaldinu maður og takk fyrir þetta slúður, við skulum fara bara í auglýsingar. Það var eitthvað að vasast í því. Jim Beam og Sobieski kynna Icelandic Tattoo Convention dagana 7., 7. og 8. júní á Bar 11. Nú færðu stöðvarlanglóku og hálfslítra gos á aðeins 699 krónur með orkuleiklinum. Stöðin. Pepsi Max og Túborg léttöl kynna í samstarfi við N1 þjóðhátíð í Eyjum 2. til 5. ágúst. Framkoma, Stuðmenn, Retro Steffsson, Ásgeir Trausti, Sálin og Skálmöld. Brennan, Flysinn, Brekkusöngurinn, Flugeldasýningin og Stemmingin. Náður í mið á dalurinn.is. Dalurinn býður. Þjóðhátíð í Eyjum. Lífið er yndislegt. Sýnum andstæðingum okkar virðingu, þrátt fyrir mismunandi skoðanir. Þá er meiri líkur á að tekið sér mark á okkar eigin skoðunum. Ísafold, félag ungs fólks gegn ESB-ald xnei.is, styður þannig boðskap. Alvöru eldgrillaðir hambúrgarar og heimalagaðar sósur. Hambúrgarasmiðjan, Grensásvegi. Ertu á leiðin á Keflavík Music Festival eða þjóðhátíð og leiðist að tjalda? Forsalan er hafin á rentatent.is. Þú ert að hlusta á FM 95 blöð, á FM 957, FM 95 blöð. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Optimum Nutrition fæðubótaefnin færð þú í perform.is. Optimum Nutrition hefur verið valið vörumerki ársins í Bandaríkjunum síðustu 2 ár. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Hversu gott er blátt hrísskúlunissa? Temdu apa hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. In a
meeting at the beat like you gave a little speed to a great white shark on shark. Gott íslenska, listanum hér á FM. Já. Þeir að hlusta á FM 95 blö, Öddu og Pétur með ykkur til 6 í dag. Og hellingur að vera hér hjá okkar strákunum. Steytist í Gunnþór sem að hefur verið í góðri pásu. Já. En hann ætlar aðeins að láta Framsóknarflokkinn og Sjálfstæðisflokkinn að heyra það hér á eftir. Því að, það kemur ekkert óvart að hann halda partíið sem byrja aftur. Já, ég meina það eðlilegt að hann haldi það. Drægi það ályktun. Já. Þessi tveir flokkar voru við stjórnunni þegar allt fóð til fjandans. Já, hann ekkert alltaf sáttuð það að þessi að byrja aftur. Alveg með ólíkindum. Já, og svo erum við með, skelltu á mig og fleiri liði. Já. Kemur hér gamall vinur í heimsókn sem að Pétur hefur verið að leika sig með og þá er ég ekki að tala um rattbreytirinn heldur. Annan vinn hans, hann keypti nýja. Ég á nóga að vinnum. Nýja blöðru, hún er hér á eftir. En ég ætla að spyrja, ég var að spyrja Steinda í gær, hann var einn í staðinn fyrir Sveppa. Já. Og ég spurði hann ef hann mætti hitta hvaða 3 manneskjur sem er í heiminum. Já. Hvaða 3 hann myndi velja. Já. Hann reyndar kom með eitthvað versta svar sem ég hef heyrt. Nú. Já, hann var ekkert að fíblast. Það er kannski bara svona ólík, við erum svona ólíki bara við Steindi. Já. En hann vildi sko, það er 3 manneskjur sem að Steindi vildi mest hitta var Wesley Snipes. Já. Joe Rogan. Joe Rogan, já. Og Christopher Lambert. Það var svona eins og hann var að reyna að velja eitthvað 3 skelfileg nöfn sko. Já. En þetta var, ég væri til að hitta þessa menn líka. En hverju koma fyrst upp í hugan hjá Peter J. þegar kemur að fá að hitta hvern sem er í heiminum? Hvernig myndir þú velja? Hulk Hogan. Nei, hættu þessu. Hvað? Ertu að reyna að vera að fyndin eins og hann? Nei. Af öllum í heiminum myndir þú mest vilja hitta Hulk Hogan? Já. Nei. Nei? Er það málið? Ertu bara... Hvað er þetta, Mr. Nanny eða? Já. Ok, Hulk Hogan, hverju fleiri? Það er ekki aðeigmynd. Nei, ok. En ég meina hvað, þú veist, viltu fá bara, ég get alveg nefnt eitthvað. Ég verði til að hitta Top Gear gæjana. Já, þessa 3. Ég veit að þú ert gríðalegur aðdáandi þeirra. Ég verði til að hitta þá. Ega kvöldstund með bara James May, Jeremy Clarkson. En sko, Linda P. Hún getur nú græðið það. Hún er alltaf bara einhverju... Hún er alltaf með Jeremy Clarkson eitthvað. Já, bara einhverju röldu með honum London og bara vera paparazzi hana. Ég skil ekki okkur, ég fæ ekki að vera með þeim á þessum leini fundum. Þið varu 3 flott saman maður. Jalla við, gamla hauginn maður. Saman hvað það væri. Svo var ég til að hitta sko Dave Gahan, Andrew Fletcher og Martin L. Gore. Dave Gahan? Já. Sem er... Nei, þú veist hvað viltu? Þú veist, áðan sagði Hulk Hogan, þú bara gerir ekki... Nei, ég skildi Top Gear svarið það, því þú dýrkast þetta. Hver er Dave Gahan? Hann söngvari Deepest Mode. Já, ok, já, þannig ertu komið alvöru svör. Já. Ok, Dave Gahan. Ég væri til að eiga bara helgi með honum. Þú ert mikill Deepest Mode maður. Já. Það er ekkert allir sem vita það. Nei. Nú ertu að koma alvöru svör. Ég veit að þið langar að hitta hann. Ég veit alveg að þú myndir ekkert skíti í því að hitta Hulk Hogan, sko. Nei. Og Martin L. Gore og Andrew Fletcher, þeir eru allir í því. Þeir eru væntanlega með honum í hljómsveitinni? Já. Ég var til að hitta þessa 3. Eiga bara leigja bústað, jafnvel bústaðin sem að Bjarni Ben og Sigmundur Davíð voru í. Já. Ég og Deepest Mode bara þar eitthvað að spjalla og taka lög og fara í pottinn og grilla okkur eitthvað gott og ræða mál. Þú og Deepest. Ég þeirri Jóhann Sigfússon og Deepest Mode bara eitthvað þar við bústað, bara ekki að ræða stjórnarmyndun heldur bara að gera gott jam. Þú líka svona, þeir eru komni til Íslands, Deepest Mode, og þú ert náttúrulega að gera allt sem þú getur þannig að þeim finnist gaman. Strákar, er það potturinn eða? Ef ekki skilja ykkur í potturinn félagarnir. Já, ég er búin að grilla. Já, láta lundirnar aðeins malla bara í svona marinýringu meðan við erum í potturinn. Já, bara hafa það kósí. Já, við getum alveg gert það. En hvað heldur þeir að vera að gera, Sigmundur Davíð og Bjarni Ben upp í bústað? Hvað held ég að þeir að vinna að gera, hvað mennur? Heldur þeir að vera að henda sér í pottinn og grilla eða voru þeir bara... Mér finnst það ógeðslega skrítið, svona að maður fer að spá í þessu með þetta. Að 2 svona fullorðnir karlmenn færi saman í bústað. Er ekki eitthvað bóið við það? Ég meina, ég er allavega, kannski er ég með eitthvað ranghugmyndir varandi sumarbústaði. Nú, af hverju? Ég meina alltaf þegar ég og Sigrún, þegar við förum í bústað, þá er bara dirty weekend, sko. Eða, þú veist, við eigum ekki bústað, við leigjum bara bústað. Já. Sko, þú veist, þá leigjum hann bara hér og þar, hjá einhverju félagasamtöngum eða einhverju svona verkalýsfélögum eða eitthvað svona. Já, dirty weekend. Ég meina, er það ekki eitthvað neginn málið? Eða, þú veist, mér hefur nú fundist það þegar maður kemur í þessa bústað, það hefur nú eitt og annað gengið á hann, maður sér það. Já. Það er ekki ekkert annað en einhverju brundbettar hann. Hvað mennur? Ef vegginn getur talað. Ef vegginn getur talað í þessum bústöðum. Já.
Svo sitja þeir tveir eitthvað bara og eru að ræða stjórnarmyndum. Ég er ekki að segja að þetta hafi nú verið einhver verkalýðsbústaður sem að þeir voru í, stóri ástöða. En þeir voru samt ekkert með eitthvað dört í víkend þarna, sko. Ég held að þeir hefði bara haft að kosti að fara yfir hlutina og svona. Tróði í sig vöflum. Hvað heldur að Bjarni Ben hafi bara dotti í löggubúningin eins og þú, eða? Já. Nei, hvað meinar þetta? Hvað meinar eins og ég? Hefur þú frétt eitthvað? Já, þú sagði með það ekkert með hreint í þættinum að þið finnst rosalega gaman að henda þér í löggubúning nema einu svona löggubúningum er svo dröngur að Sigrún bara hló eða gátt ekki gert neitt. Já, en þá ertu að henda svolítið. En það var því svo ósannfærandi lögga. Já, þú varst ekki náðu sannfærandi. Nei. En þá þetta líka inn bara, tekur það ekki herða, það er búið að vera kvart undan háa. Jó, ég gerði það alltaf. Já. Svona þegar, ég gerði það þarna þegar ég var í eins og búning, já. Veitu hvað, var ég að tala um það inn í þættinu? Já, það kom einhvern tímann. Það var rugglir í mig maður, ég tek þetta allt aftur, þetta var þvæla sko. Þannig að það er Depeche Mode og Top Gear gæjarnir eru það sem þið langar mest að heita. Já, nefnir svo væri ég væri til í að hitta sko saman 3. Já. Kiefer Sutherland. Já. Kevin Bacon og Charlie Sheen. Það er þetta rándir hópur. Og Pétur Jóhann Sigfússon. Já, þeir verið flottir saman á hjörus. Vá, maður. Og eigða með þeim helgi í Las Vegas. FM 95 blöð á FM 957 Auðun Blöndal og Pétur Jóhann Sigfússon með ykkur þennan miðvikudaginn. Já, við erum hérna. Og veistu hvað Pissi? Já. Það er einn karakter sem ég er búinn að sakna mikið. Já. Hann heitir Gunnþór. Já. Og það er ástæðan fyrir að hann hefur ekkert verið lengi er að hann var eiginlega búinn að hringja allt sem hann gæti hringt. Hann var búinn að láta bankana heyra það, hann var búinn að láta olíustöðarnar heyra það og Sökki og svínari. En já, það var verið að mynda ríkisstjórn á ný, Sjálfstæðisflokkur og Framsókn. Já, það er tækifæri fyrir Guð. Það er eitthvað sem ég held að hann sé ekkert alltaf skotin í að fá þá aftur. Nei, hann er ekki skotin í þeirri hugmynda. Sjálfstæðisflokkur og Framsókn, hann er alveg brjálaður. Já, þeir náttúrulega gerðu allt í kafa hans mati síðast. Já. Þannig að ég fór að hugsa að við ekki að ringja bara hérna í Sjálfstæðisflokkin. Að ringja í Sjálfstæðisflokkin? Já, bara hérna. Já, vel báða bara. Já, byrjum að segja, hérna er allavega Sjálfstæðisflokkurinn, byrjuð þar. Ertu tilbúin með hann? Þarf það að heita hann eitthvað upp eða? Nei, ég er tilbúin með hann. Gunnþór er tilbúin, hann er brjálaður? Já, hann er brjálaður. Já, tjekkum við það. Sjálfstæðisflokk, góðan dag. Nú, er bara svarið síman. Er hátíð í bæ? Það er hátíð, það er allir dagar hátíð. Já, partíi byrjaði aftur að hjá ykkur. Já. Já, ég hljóti að vera ánægð með ykkur í dag. Auðvitað. Og að stofna ennina ríkisstjórnina og bara spurning hvað verður? Það er alltaf þetta. Á að keyra allt í kaf eins og ég gerði fyrir síðan. Nei, elsku kallið. Hvað er að venna að vasast þetta? Það er nú hins á því að ég geti svarað í síman, ekki verið frussandi yfir þessi kampavíni. Með gleði konur upp allavega hérna. Nei. Nú, hvað er það að gera? Þú verður nú aðeins, þú ert nú fast... Já, plant á jarðarberjum útöttur í súkkulaði. Ekki súkkulaði, við borðum ekki. Þú teljast í hátíðanbreiðu, þið náðu að skríða í síman þetta. Já. Hvað eru margar gleði konur í kringu þið núna akkurat þegar ég er að tala við þig? Það eru nú ekki margar. Nei? Þeim fer nú fækkandi. Það er fækkandi, já. En hvenær byrja partíið? Ég meina Þá maður erfiðara með að sinna þeim. Hæ? Sinna þeim? Eftir sem maður eldist þá er erfiðara að sinna þeim. Já, en ertu ekki búin að sulli í kampavín í morgun? Nei. Hvað er það að gera? Er ekki partíið byrjað? Jú, það er löngu byrjað. Það er ekki komið að kampavínu. Meiri belvaði vittlisann. Og hvenær á svo að gera eitthvað fyrir fólki í landinu og heimilinn? Það er 4 á morgun. Ætlaði að byrja bara 4 á morgun? Já. Já, það væri þá komið tími til. Og eru þið fréttir næsta bæjar ef við myndum standa við það? Já. Meiri alltaf sama sukki og svínari í þetta. Freyðivín og súkkulaði og jarðarber og gleðikonur upp allaviki. Og allir með öllum vantanlega? Ekki jarðarber. Nei, hvað það heitir þá? Mér fjandar sama hvað það er, ekki ég sem er að borga þetta hvort þið er. Jú. Já. En gefðu okkur hérna einmir svo ég getur bara sendt reikningi beint á þig. Það skiptir engum máli. Þetta er alltaf tekið að manni mánaðarlega hvort þið er. Jæja. En ertu ekki að braggast? Braggast af hverju? Alltaf þegar maður frussa svona út. Bjarni Benediktsson að það hefur í hliðina á þig? Nei. Leiði mér að tala við hann ef hann er ekki með kjaftin fullan að jarðarberjum og freyðivíni. Hann er ekki kallfæri. Hæ? Hann er ekki kallfæri, blessaður. Leiði mér endilega að tala við hann ef hann er að það. Þetta er mjög ótt svona hjá þér. Halló? Heyrðu. Leiði mér að tala við hann. Jafnaði nú aðeins að þessu ringdu aftur þegar þú ert rólegur, þú ert búin með... Ég er alveg rólegur. Ég var alveg rólegur. Ég ætlaði bara að spyrja hvenær partíið væri búið hjá okkur. Og sukkið og svínari. Ég hringi bara síðar í þig. Gerðu það. Takk að þið fyrir spjallið, vinnu minn. Já, það er svo. Já.
Ég sé ekkert gæði að segja mér að við hann. Ég var búinn að láta hann heyra. Já, veistu, það er eins og annað að fengið svona símtöl áður því að hann sneri Gunnþóri. Já, Gunnþór orðinni svo lamp í höndunum á. Gunnþór gæti ekkert sagt. Það var, þetta er eins og þú ert brjálaður, þið langar að rífast, en þú veist það er búið að jarða þig. Þið er ekki lendið því, þú ert að rífast eitthvað og þú ert búinn að segja eitthvað, það er búið að segja þig. Nei, þetta var ekki þannig, þetta gerist 86, þannig að hann gæti ekki að gerst. Já. Það var að gerst upp. Þetta var Gunnþór, ég var samt búinn að sagt það. Já, við varum að tjekka honum við nættir. Já. Þetta var alltaf sjálfstæðisflokkurinn og partíið vist rétt byrjað. FM 957 og Túborg leitað stjórnanda til að sjá viðtöl fyrir Túborg TV á öllum helstu tónleikarhátíðum landsins í sumar. Ef þú telur þig vera réttan aðila fyrir Túborg TV, sendu þá myndband af sjálfu þér á Facebook síðu Grænaklúbbsins. Aldurstakmark er 20 ára. Athugið, við munum velja 2 aðila sem fá að spreyta sig á fyrsta verkefni sumarsins, Keflavík Music Festival. Síðasti skilafrestur er sunnudaginn 2. júní. FM 957 og Túborg TV á tónleikum í allt sumar. Árið 1909 gastu ekki leyst krossgátu. Það skiptir þig engu máli. 1909 skiptir þig máli. 1909.is þegar þig vantar smá lán. 1909. Frá einum besta leikstjóra samtímans, J.J. Abrams, kemur ein magnaðasta hasarmynd ársins, Star Trek Into Darkness. Gagnrýnendur á einu máli. Þessa mynd verða menn að sjá. Star Trek Into Darkness, komin í bíó. Langar þig í háskólanám? Hérlendis eða erlendis? Og áttu ólokið stúdentsprófi? Háskólabrú Keilis er svarið. Kynntu þér Háskólabrú Keilis á keilir.net. Umsóknarfrestur til 19. júní. Þú getur slakað þess á og keyptir smá tíma. Og það með afslætti. Þú reddar bara kvöldmatnum á stöðinni. Panini, borgari eða dýrindis kjúklingasalat. Og afsláttur með orkuleiklinum. Stöðin. Hraðpenningar kynna mínar síður. Yfirlit, upplýsingar og framlengingar lán. Hraðpenningar. Betri þjónusta. Straumurinn liggur í sumarskólan í FB. Sumarskóli.is. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Boltasmára 1, Kópavogi. Hversu gott er grænt perlunissa? Safnaðu frímerkjum hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Gauti og Pétur Jóhann í FM 95 Blö. Jimmy Cindy Jennings og lag sem allir ættu að þekkja og vera góðu kunnir hér hjá okkur á FM 95 Blö. Sælla minninga, ég heiti Pétur Jóhann Sigfússon, búinn að sitja þetta með ykkur frá 4 í dag og verð til 6 í dag. Ég er ekki einn, ó nei, kynþokka fylgsti maður landsins. Auðun Blöndal sittur hér á móti mér. Auðun, hvernig líður þér að vera kynþokka fylgsti maður landsins? Þekki það ekki. Þekkir það ekki? Nei. Nú, býttu. Því miður ég væri til, já, en það er ekki svo gott. Er þetta í þér, maður? Það er ekki svo gott, já. Ég get sagt þér það, kallinn minn, að það er gríðarleg tilhlökkun í litlum kroppi hér. Já, litlum fallegum kroppi. Vegna þess að nú erum við að fara í sturlaða staðreyndir. Það er rétt hjá þér. Ég er búinn að hlakka til frá því kom hér í dag. Sturlaða staðreyndir og ég vona. Mér finnst rosalega gaman að lesa sturlaða staðreyndir fyrir þér. Ekki nælýrið. Því að þú, það sem er svo fallegt við þig og sturlaða staðreyndir er að þú byrjar að svona visualisera, að þú svona sérði þetta allt fyrir þér og þess vegna er gaman að ræða þetta við þig. Það er rétt hjá þér. Ég ætla að vona að það verði áfram svoleiðis. Góðar maður, ég vona að það verði góða núna. Já, ég er með nokkra fínar. Ertu tilbúinn? Já, tilbúinn. Fílar eru eina dýrið í heiminum sem getur ekki hoppað.
Sturlu staðreynd. Og ekkert hana að segja. Nei, það kemur ekkert á óvart. Nei, en samt það bjánalegt ef að fílar getur hoppað. Já, en samt kemur pínu óvart að flóðhestar getur hoppað. Geta þeir það? Já, greinlega. Ertu viss? Fyrst að fíllinn er svo einu sem getur ekki. Já. Hefur þú séð fíl hoppa? Mæntalega ekki. Nei. Hefur þú séð flóðhest hoppa? Nei, ekki heldur. Nei. En ég meina, það er fullt af dýrin sem ég ekki sé hoppa. Já. En ég meina, ég er ekkert búin að sjá öll dýr hoppa. Já, ég meina, er þetta ekki bara, þú veist, er þetta ekki svipað og bara, þú veist, heyrist hljóð í tré sem að fellur ef það er enginn til að heyra það? Lóðalegt um djópum maður. Nei, ég meina, er þetta ekki svipað? Ertu vissum að heyrist hljóð? Þú veist, ef ég myndi gera þetta hérna. Já. Þetta. Já. Við heyrum þetta. Já, við heyrum þetta. En ef það væri enginn til að heyra þetta, ertu vissum að það myndi heyrast? Hver væri þá að þessu? Þetta var nú bara eitt af heimsku. Það verður náttúrulega einhver að vera að berja glasin í borði. Já, kallið mér. Og svo vitlaus. Svona hérna næsta. Þetta er það sem ég var að segja við þig. Nei. Herðu, já, það er brunaútsala hér, brunaútsala. Það er oft talað ef að tré fellir í skóginum og enginn er í skóginum. Nenni ekki tala um þetta, bla 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 bla, nenni ekki tala um þetta við. Nei, herðu, hvað segir þú? Oft talað um hvað? Þegar að tré fellur í skóginum og er enginn til að heyra það falla hvort það komi hljóð, en þú veist, það getur fallið að sjálfu sér. Þú varst að berja glasinu hérna í borðið. Nei, tré fellur ekki nema einhver sé að höggva það niður. Nei, það er náttúrulega ekki máli. Mamma inn í tré. Já, ok, klassa. Næsta staðreynd. Gírafar sofa bara í hálftíma á dag. Gírafar sofa í hálftíma á dag? Já. Á sólarhring? Já. Það er rosalega lítið. Já, það enda líka ást. Nei, minna, þeir eru ekkert að leggjast niður. Það, eru þeir ekki alltaf standandi bara? Já, hlýtur það er ekki full mikið vesen fyrir að standa upp. Já, jú, ég geti trúað því. Já, þá er ég ekki til að sofa bara í hálftíma. Þeir eru standandi og... Já, þeir standa upp á undan. Það er örgulega sturlu staðreynd líka. Er hún andað niðar? Nei, hún er... standa endalust? Nei, hún er endur ekki enda fyrir neðan. Það væri gaman. Já. Það væri geðveik sturlu staðreynd. Það er, samt, þetta er erfitt líf að vera gíraffi. Fari ekki um hálftíma á dag í lögn, en jájá. Það er alveg nóg. Já, maður þarf ekki meira. Ekki ef maður er gíraffi. Það er rétt. Ok, næsta. Nóg annað að gera. Já, brjálega ekki. Places to be. Já. Freddie Mercury lét ekki gera við tennurnar í sér því að hann var hræddur að það geti haft áhrif á röddina. Þannig að hann var með mjög skakka tennur en þorði ekki að láta rétta þær því að eins og ég segi hann hafði áhyggjur að það myndi hafa svona einhver áhrif á röddina. Hann náttúrulega með einhverja stórkværslustu rödd allra tíma. En fór hann til tannlæknis samt? Já, ég meina hann lét rögglega ef hann fekk skemmti eða eitthvað en hann bara lét ekki rétt allt rögglið sko. Já, hann lét ekki rétt að þau. Nei. Það er samt svolítið skrítið að halda það. Ég meina þú veist, er einhvern möguleika því að röddin geti... Nei, menn ef þú syngur eins og Freddie Mercury þá ertu ekkert að taka sénsinn á því. Það er bara þannig. En ég meina... Frekar lítur út eins og hestur sko. Eru einhver dæmi þess að rödd hafi klúðrast ef þú fengið spangir? Nei. Það er bara að þú setur spangir og... Það var eðalega röddin í gæðan eftir að hann fór í tannréttingum það er ekkert barkinn eitthvað lengst niður í það hefur ekkert áhrif á raddböndin. Nei. En ef þú syngur ég að fallega að vera Freddie Mercury ertu að taka sensin að því? Ég veit það. Spáði allt innu bara hann búinn að vera í tannréttingar komin á Wembley þá bara allt innu að reyna svo auðvitað blöð bara fyrir ekki ég er með spangir hérna þannig að röddin er ónýtt. Það er búið rústinni. Svo er hér meðalmanneskja vaknar 6 sinnum á hverri nóttu. Meðalmanneskja? Já. Bara meðal manneskja eins og ég og þú. Já. Þetta er... Já, ekki ég. Ég held að... Ég vakna aldrei. Nei, ég er ekki að vakna 6 sinnum. Mér finnst þetta pínu steikt. Ég er að vakna svona 2 kannski. Henda mér eitt pissir í og svo stundu vakna ég og sé að klukkan... ok, hún er ekki nema 6. Ertu að vakna á nótunni til að pissa? Stundum. Nei, ég alveg talað. Já, okkur. Ég held að það kemi bara... Ég held að maður færi bara að gera það þegar maður er gamall. Já, það er ekkert á hverri nóttu en það er svona dettur inni í vakni og þurfa að pissa. Það er svakalega sjaldgæft að ég þurfi þess. Samt ertu orðinn gamall maður? Nei, jú, eldri en þú en jú, gamall maður. En ég minna, já, heyrðu ok, næsta? Þetta er ömulegt. Takk fyrir að minna mig á þetta maður. Jú, þetta er leðilegt. Það er fyrirtæki sem breytir ösku á fólki sem hefur hvatt í demant og þannig að þá getur verið meðan á þér alla tíðin. Hvað það er sniðut. Já, þannig að ef einhver svona nákominn deyr og vill láta brenna sig, þá er þetta að gera demant úr öskunni. Það var ekki svolítið fallegt að vera með mömmu sinni í einhverju ringa, eitthvað, afasinn eða. Er hægt að búa til demant úr ösku? Greinilega.
Ég meina, hvað rugglu það? Já, þeir setja hann örugglega bara inn í demantina, ég veit það ekki, þetta er bara sturlu staðreynd. Já, hljóta að setja inn. Það er komið fyrirtæki sem er að sérhæfa sig í þessu. Já. Að taka öskuna og gera skartgripi úr því. Þetta er svakalegt. Já. En það er samt mjög sniðugt. Já, ég er svona öllu ganni slepptu, þá væri maður örugglega alveg til í það. Með þetta bara í hálsmenni eða hring. Já, og alltaf hjá þér. Já. Afi eða amma eða einhver sem er svona nákominn. Já. Svo er hér næsta, uppskriftin að Coca-Cola er geymd í hvelfingu í Atlanta og fá bara 2 lifandi menn að vita hana í senn. Þeir mega ekki fljúa né ferðast saman. Ég er alltaf að heyra einhverjar... Það er bara 2 í heiminum sem að vita uppskriftin af Coke. Ég er alltaf að heyra einhverjar þvælum þetta Coke, uppskriftin af Coke. Já. Þetta er bara, þú veist, þetta er bara SodaStream. Já, með smá bræðunum. Já, hvað þvæl er þetta? Uppskrifta, ekki ferðast saman og líka 2013, ertu ekki að segja með það með alla bara þá tækni sem til er, það gæti ekki einhverju 2 bara vísindamenn tekið sér til og sagt bara, herru, við getum alveg komast að hverju Coke. Já. Það er bara hérna gott með þetta, maður sjá. Það er bara ekkert mál að gera. Já, það er bara þetta hérna, þetta, og er ekki uppskriftin utan á flöskunni, fyrir utan það? Já, fyrir utan það, einmitt, nákvæmlega maður. Þú getur keypt flösku, þú ert starfsmaður hjá Íslenskri erfðagreiningu, keyptir bara Coke-flösku, farið með hana þangað bara. Þeir greina þetta bara hálftíma. Já. Þeir vita nákvæmlega hvað er í þessu. Ég held það, svei mig þá. Þetta er bara, ég held að þetta sé bara eitthvað hjá Coca-Cola eitthvað að reyna svona eitthvað að ruggla maður. Eitthvað töff bara. Ég kaupið þetta ekki úti. Þvæla. Ég heyri það. Svo er þetta hérna fannst mér svolítið dirty og sýnir það að svanir geta verið, hálfvitar. Já. Samkynniði svanir, ég er ekki að tala um þessu hálfvitar samkynniðir, ég ætla að klára nú. Samkynniði svanir plata kvenkyns svani í þrísom til að geta stólið eggi af henni. Með eggi af þeim, já. Þaul hugsað maður. Þaul hugsað og ljótt. Samt ekkert svo ljótt. Stela börnum. Nei. Það sé eitthvað öðruvísi í heimi. Ég meina þeir eru ekkert beint að stela. Þeir eru bara homar. Þeir eru ekki að stela. Þeir eru kannski eiga börn. Já, þannig að þeir stelaði bara kvenkyns svan. Já, hún getur bara eignast önnur með þeir. Já, það er alveg eins og konur getur alveg eignast önnur. Þetta er í rauninni sama og við erum að gera, skilur við. Það er bara staðgöngumæður að ganga með börn fyrir, skilur við. Já, það er með leyfi gert. Já, það er með leyfi gert. Það er ekki verið að plata. Eina sem vantar. Svanir eru kannski ekki alveg með svona, heyrðu. Þetta er eins og ég myndi Þeir að gera saman hlutina, bara vantar fara eitt formsatri. Hvernig myndir þið fíla að ég myndi plata þig og Sigrún í þrísom og meðan væri kærasti minn að stela Jóhanneberg? Já, Þetta er basically það sem þeir eru að gera. Já, við erum mannkynni, skilur. Við erum þróaðir. Þetta eru svanir, skilur. Þannig að þeir eru... Mér finnst það, mér finnst það flott í það. Mér finnst það mjög flott í það. Ok, glæsilega. Menn verða bara að bjarga sér, sko. Já, svanir verða að bjarga sér. Já, og kannski er bara einhver svanur að berjast fyrir þessu og þingið í það. Þú veist, og þetta er bara frumvarp sem komið í gegn. Þeir eru bara, við verðum að banna, það er bara kjánalegt að menn sé að stela eggjum hérna og eitthvað bara. Já, það hlýtur að vera að banna, ekki það. Ég hef aldrei séð eitthvað svona löggusvann sem kemur bara brjálaður. Nei, fyrir utan það. Þetta er örugglega samfélagi í upplausn. Já. Þetta svana samfélag. Maður er heppinn að vera ekki svanur. Svakalega heppinn maður. Já. Vindum okkur í næstu. Það eru 2 eftir. Aðeins menn, maurar og krákur stofna heru og fara í stríð. Menn, maurar og krákur? Já. Ég veit ekki hvernig er þetta með krákurna og svona. Bara, jæja. Fyrir litla kráka mín í herin. Fyrst að þau eru með her og stríð. Ég er farin í herin. Það eru krákur sem að bara skrá sig. Já, ég minna þetta, já. Nei, já, þú veist, ég veit ekki. Fljúa saman og berjast, ég veit ekki. En er þetta ekki bara hermaurar þá, líka hitt? Jú, það eru, þess að maurar, krákur og menn stofna heri og fara í stríð. Já, þetta er magnað. Já, svo er það síðasta, þú getur dáið úr hræðslu. Sturlu staðrind. Það er möguleiki. Já, þannig að farið valega. Það er líka, er það ekki ömurlegt bara, hvað gerðist? Hann dóð úr hræðslu. Hvað voðalega hann hefur hræddur. Já. Það er ekki, þú vilt ekki fara þannig. Já. Deyð úr hræðslu. Já, þú veist, nei, jú, veist, það er... En hversu hræddur þarftu líka að vera? Það er ekki geðveikt vont að vera stunginn og eitthvað. Það er örugglega svaka sársaukafull. Já, en það er líka mjög vont að vera mjög hræddur. Er það? Ég hugsa, Steindi verið komin ansið nálægt í þegar við vorum í fallegastökkinu. Hann var hvítur í framann og... Já, ok, ég tengi við það maður. Já, ég gæti ekki. Ég mun aldrei fara,
búinn að lofa sjálfum mér og Guði og mönnum því að ég mun aldrei á ævinni fara í fallegastök. Nei, það er... Það er bara þannig. Já, það er samt, það er alveg kikki í, sko. Já, sama. Hvaða staðreind var best í dag, Pétur? Hvað stóð upp úr? Fílar get ekki hoppað. Fílar get ekki hoppað. Já, svo fyrsta. Stöð 2 Sport kynna í samstarfi við Betsson og Sparta. Bein útsending frá úrslitaleik meistaradeildarinnar. Bayern München Dortmund í hágeða þrívít laugardaginn 25. maí í Smárabíói. Upplifðu leikir í fullkominni þrívít og hæstu hljóð og myndgæðum á risatjaldi. Miðasala í fullum gangi. Athugið takmarkað magn miða í boði. Fyrstir koma, fyrstir fá. Smárabíó og Stöð 2 Sport. Saman í þrívít. Markmiðið með samstarfinu við te og kaffi hefur alltaf verið að það þurfi ekki að laga kaffið á stöðinni. Það er nefnilega ekkert að því. Stöðin. Sýnum andstæðingum okkar virðingu, þrátt fyrir mismunandi skoðanir. Þá er meiri líkur á að tekið sér mark á okkar eigin skoðunum. Ísafold, félag ungs fólks gegn ESB-ald xnei.is styður þannig boðskap. 1909.is þegar þig vantar smá lán. 1909. Rentatent. Ertu á leiðinni á Keflavík Music Festival og leiðist að tjalda? Kíktu á rentatent.is og sparaðu tíma og fyrirhöfn. Smárabíó og Stöð 2 Sport kynna í samstarfi við Betsson og Sparta. Bein útsending frá úrslitaleik meistaradeildarinnar. Bayern München Dortmund í hágeða þrívít laugardaginn 25. maí í Smárabíói. Upplifðu leikir í fullkominni þrívít og hæstu hljóð og myndgæðum á risatjaldi. Miðasala í fullum gangi. Athugið takmarkað magn miða í boði. Fyrstir koma, fyrstir fá. Smárabíó og Stöð 2 Sport. Saman í þrívít. Áskrifundur í Stöð 2 Vild fá veglegan afslátt hjá samstarfsaðilum Stöðvar 2 í maí. 25% afslátt af pítsum af matseili hjá Rizzo og 20% afslátt hjá fatahreinsun hjá efnalauginni Björg í Mjódd. 40% afslátt af bílaþvotti hjá Splass. 12% afslátt hjá Ósushi og 10% afslátt hjá 1011. Ólís og OB bjóða þér fastan afslátt af eldsneyti ásamt fjölbreyttu úrvali af öðrum vörum á frábærum kjörum. Til að nýta afsláttinn þarf að sækja afsláttarlykil Ólís og OB á stöð2.is. Kynntu þér nánar þessi og fleiri spennandi tilboð inn á stöð2.is. Stöð 2 Vild er snillt. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. Hversu gott er brúnt karamellu Nissa? Húðflúraði flóðhest hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Við erum að hlusta á FM 95 Blö á FM 957. Það er Ötti og Pétur þennan miðvikudaginn, 22. maí. Ég og, súperstjarnan Pétur Jóhann. Hér í þessum þætti. Súperstjarna? Já, veistu það ekki? Súperstjarna. Þetta ekki að verða stór fyrir hennan þátt? Já. Það er langt síðan. Það er eins og komið að... Það er komið að gömlum vinn. Það er gamall vinur mættur hér. Já, og ég er strax orðinn stressaður. Já, hvað akkur? Nei, það var endur alltaf gaman að hann. Hún var eyðileg hérna. Það var einhver starfsmaður hérna á stöðinni sem var eitthvað abbó. Það var ekki ég sem eyðilega hana, sko. Nei, ég hef alltaf haft gaman að henni. Ég veit alveg að það varst ekki þú. Örugglega verið Rikki G eða Heiðar Austmann. Pétur Jóhann fór fyrir í dag og keypti nýja prumpublöðru. Já, nýja. Hann er 41 árs. Heyrir í henni? Nei, þú ert ekki að gera neitt við hana. Nei, ég er ekki byrjaður, mann. Hvernig var það að heyri í henni? Hlusta á kvikindið. Hvernig átti að heyri í henni og varst ekki byrjaður? Nei, býttu, ég var að meina heyrir í henni bara það. Þú ert ekki að gera neitt. Þegar það kemur. Það er ekki komið. Ok. Nei, veitu hvað? Já. Tilbúinn? Já. Akkurat. Þetta er svona skemmtilegt. Hei, það er enginn að grínast. Og ég ætla að ringja hérna. Þú ætlar til að bara sjá þetta allt, Pétur. Já. Þú ætlar að taka bæði símtal og blöðruna, ekki? Já. Þannig að það verður hellingur að vera hjá þér. Þetta er enda svolítið skrítið, sko. Það er gat á henni. Það á ekki að vera gat á henni? Jú, loftgat. Þar sem hún tekur loftið inn á sig. Já.
En ef ég hef það gat á stól, skilur... Það sem hún tekur loftið inn á sig, hvað voðalegt er búin að rannsaka þetta maður? Sérðu, þetta er gott samt. Já, það er mjög gott. Hún hljómar vel hérna. En þú veist líka að þetta má ekki rof gerfilegt þegar þú ert að tala við okkur. Það er rosa þægilegt að þú tekur stundum að svona hægagangin og það. Já, ég er bara þú veist, loftgati, þetta samdar ekki eins vel. Þessi var mjög raunverulega. Þessi var góður. Já, ertu tilbúinn? Já, ég er tilbúinn, kallið minn. Ok, hérna... Tökum símtal. Já, hérna kemur, þetta eru smáulýsingar. Það væri samt eiginlega best. Ef þetta væri bara... Hvað varst þú með þarna? Varstu með eitthvað bónda? Hvað segirðu? Hvað var þarna í bóndablaðinu? Já, það var eitthvað Prófum hérna. það. Ok. Prófum það. Prófum bóndablaði. Já, en það er náttúrulega hérna líka, sko, hérna til sölu Nissan pallbíl. Já. Og hann heitir Hannes, sá sem er að selja hann. Nesi? Já, Hannes, eða bara Hannes. Hannes. Hannes minn. Jæja, blessaðurinn minn. Það er Gunnþór hérna á. Já. Hannes? Já. Komdu sæll, ég ætlaði að kanna þarna með svona Nissan pallbíl hjá þér. Hvað segirðu? Mér langaði að fá upplýsingar Nissan þarna pallbíl hjá þér. Ég bara get ekki tala núna, ég er steipta, ég bara heyri þér aftur. Já, ég ætlaði bara að fá upplýsingar, ertu ekki að selja bílinn? Ég er búinn að því. Nú, ertu búinn að selja hann? Já, ertu meina pick-upinn eða? Já, ertu með annan Nissan? Nei. Hvað segirðu? Nei. Hvað meinaru pick-upinn, hvað meinaru þá? Ertu með annan bíl? Nei, ég var bara spáði hvert að vera af því. Já, hvað sagðirðu pick-upinn? Það er langt sinni auðlisti hann. Já, en það skiptir ekki máli, mér lafa alltaf gamlan bíl. Já, þá varstu bara aðeins svo sein. Sein? Ég er nú ekki kona, sko. Nei, ég er búinn að selja hann. Já, og hvað fór hann á hjá þér? Ég gaf hann fram í sveit. Gafstu bílinn? Já. Var það ekki gott hjá mér? Hvernig dattir í huga að gefa bílinn? Þurfti ég? Nei, hvernig dattir í huga að gefa bílinn? Það er því ég er svo góður maður. Jæja, heyrðu, hvernig hérna? Og ertu með eitthvað annan bíl til sölu? Nei. Þetta er búið. En af hverju sagðirðu þá, meinaru pallbílinn? Já, ég er bara vegna þess að það er svo langt sín auðlistan, sko. Já, ég skilði, já. Takk fyrir að eyða tíma mínum í ekki neitt. Nei. Takk að þið fyrir. Já, bleið þar. Þetta er heldur komið gott bara. Er þetta komið gott? Hefur ekki gaman að þessu? Jú, það er svo gaman að horfa á því. Ég veit ekki hvort þessi jafngott júta. Þetta verður mjög skemmtilega á pop-tv heldur en á FM. En mér finnst að sjá því þetta verður að standa upp, prumpa, færa mikrofónin upp og niður. Þetta var gamall og góði vinnur okkar Prumpublaðran. Hefur ekki að ringja einni viðbót. Og prófa að þú, ég skal tala. Já. Og þú ert á blöðrunni. Já. Og prófa það. Prófa. Þannig að það er eins og ég sé þá bara eitthvað veikur í maðanum. Já. Ok, prófum þetta. Þetta er bara auðvitað húsbíl, ætla að þekka hann. Já. Já. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Ég ætla að tjekka hér á húsbíl til sölu. Já, ég er nú bara akkurat í honum núna. Er það ekki? Já. Hvernig, ég sé að þetta er árgerð 2005 eða ekki? Jú. Og er hann ekki í toppstandi? Bílinn? Já. Ég veit ekki hann að þessi bara allt í sóman, hann er nýskoðar og nýjum dekkjum. Ok, glæsilegt. Og stór bíl, hann er 7,13 á lengd. Já, hann er svona stór. Og háþekja og það er heitt bílskorat í honum, ég er með 2 rauðhjólinn í honum, aftur í honum, hjólagrind. Ok, glæsilegt. Og afsaka þetta? Þetta er svona, þú getur komið að skoða hann ef þú vilt. Já, hvað má ég spyrja af hverju þetta að selja? Að því það var með nýjan. Já, þú ætlar að fá þér betri, stærri? Ekki betri, bara nýjan. Já. Og einhver dekla bara í mann held ég. Afsaka þetta. Já, en það sé ég segja að þetta er einhver dekla í mann að vera að selja þetta. Ég veit ekki hvernig neitt af þessu bíl. Já, en nú hef ég aldrei átt húsbíl áður en ég hef alltaf verið svolítið skotin í þessu, sko. Já, afsaka þegar þú byrjar, þá ertu stoppar ekki dættur. Nei. Ég er búinn að fara 3 sinnum út með hennar. Já, er þetta ekki æðislegt líka svona sumrin? Jú. Já, það ekki. Hvað eru þið mörg í honum núna? Afsakaðu, hvað er ekki? Já, við getum, það eru sko 2 hjónarúm í honum, bæði fram í honum og aftur í honum. Fjandinn. Svo það getur 2 hjónarúm í honum. Já, ok. Já, hafið þið verið að fara þá með vinnafólki á svona eða?
Já, við höfum yfirleitt fyrir 2 og með barnabörnum með okkur. Já, það er anskotin sjálfur. Það er afjandinn. Það er ekki kósið. Jesus. Hvað er að skeið í símanum hjá? Ég er eitthvað svo dæpur hérna. Já. Afsaka þetta, ég veit ekki hvað ég átti í hátteginu. Já. Þetta En svo eins og segja, þú getur skoðað bílinn eða okkur. Já, hvar ertu í bænum? Út á Seltjarnarnesi. Út á Nesi, og ertu að vinna í dag eða? Nei, ég er bara heima, þú getur komið og séð þetta. Ég var að sækja hann er búinn að standa þessi bíl, svo hann Teiti, ég er búinn að hafa þær í nokkra dag og opninni þar til sölu, með í glugganum á honum. Anskotin sjálf. Já, hérna, hann er hvítur anskotin, hann er hvítur eða ekki? Já, hann er hvítur og blár. Hvítur og blár. Hefurðu farið með hann ellen? Búinn að fara með hann þrísvarsinum. Er það ekkert kostnaðarsamt eða? Hæ? Nei, þeir að vera með Norrænu verið með góð tilbúð. Já, það er anskotin, það er aðeins ódýrara. Anskotin sjálf, það er aðeins ódýrara. Já, það er ekki dýrt að fara með Norrænu og gaman að... Læsilegt, ég þarf aðeins að tjekka hérna manum að mér og ég verður að bara í bandi. Ég ætla að tala eins við konuna, ég er kannski aðeins að hlaupa á mig hérna. Ok, þú fylgir það bara til þér. Ég ætla að ræða þetta við hana hérna á eftir og svo ég myndi þá heyri þér eftir í kvöldi eða á morgun. Já, þú fylgir það eftir, ok. Ok, takk fyrir. Takk, áfram. Ok, bye. Líka rugglum. Svona að gera það, maður. Þetta var mjög gott, sko. Þetta fannst mér æðist. Það var ekki smá indæl galli líka, maður. Indæl? Ég er ofinn bara bull sveittur. Ég hef aldrei sveitnað við að gera útvarp, sko. En okkur er þetta alltaf að setjast og fara þetta á, okkur tekur ekki eins og séri núna. Nú sit ég hérna, ég íti bara svona með höndunum. Því það er svo gott sound, það kemur svo ógeðslega gott. Þetta er ekki gott sound. Nei, ok, kannski ekki. Það er miklu betra sound ef þú sest. Þú séð fræðingur þegar kemur þessari prumbublaðri? Já, alveg, ég er búinn að stúdera hana baku fyrir. Þetta var gamall og góðu vinnur, prumbublaðran. Lost my heart and lost my soul. Now it's time that you won't know. Lost my mind and lost my goal. Núna í júni, verður í Keflavík. Já, það er nú eitthvað maður. Keflavík Music Festival. Music Festival, já. Já, verður ekki Pétur Jóhann mættuð þangað með glóstikk? Já, ég er ekki alveg viss á hann. Nei. En ég væri til í að fara þarna á skúter og snapp. Það er eitthvað fyrir þeir. Ég er til í það, maður. Já. Eru þeir að koma? Já, svo heyrðist mér, Kitty Bigfoot sé að flytja til landsins. Það er nefnilega, Kitty Bigfoot er hérna fucking maðurinn. Já. Það er bara þannig. Já, ég meina, það segir sér bara sjálft ef þú komið með skúter og snapp til landsins árið 2013, þá ertu maðurinn. Já, hann veit alveg hvað, Hvað virkar? Ég ætlaði að segja eitthvað annað, eitthvað bla 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 slær. Já, hvað klukkan slær? Hvað klukkan slær, já. En ég persónulega hlakka mikið til að heyra Rudimental í Keflavík. Já, þú ætlar að fara? Já, ég ætla að kíkja að hana, ekki spurning. Fullt af skemmtilegu böndum og bæði íslenskum og erlendum. Þannig að það verður stuð, en við spiluðum áðan fyrir ykkur þegar að Gunnþór hringdi í Sjálfstæðisflokkin og hann hringdi líka í Framsóknarflokkin, verður við ekki að spila það líka? Við verðum að tjekka því. Skulum heyra þegar að Gunnþór hringdi í Framsóknarflokkin, en hann er ekkert svo allt og sáttu með það að, það sé að koma ríkisstjórn með Sjálfstæðismönnum og Framsóknarmönnum. Framsóknarflokkurinn? Já, við tíma til að svara í síman. Jú. Já, við verðum nú að telja skan ansi gott þar sem að partíið byrjaði vantanlega núna upp á nýtt. Já, það er alveg bara að byrja, sko. Ekki? Já. Þið hljótið að vera ánað með ykkur í dag, ekki? Alveg svakalega, sko. Já. Ert þú ekki ánæður? Allt frussandi í kampavínu og gleði konamandan fyrir Nei, þetta ekki. Ert þú ekki ánæður? Ég veit það nú ekki, ég verð að viðurkenna það. Ég veit ekki alveg hvert stefnir. Það gekk nú ekki vel hjá okkur síðast. Kampsigldu allt hér. Hvað segirðu? Þessi flokkar, tveir, þeir kampsigldu allt. Það voru allt bara menn, skilur þau. Og hverju skiptur það? Er þetta ekki sömu prinsipin? Sömu prinsipin? Já. Hvað heldur þú? Þetta eru sömu prinsipin úr meira og minna sama liðið. Og hvenær er partíið búið? Hvenær á að gera eitthvað fyrir fólki í landinu? Hvenær ætlaði að byrja á því? Bara, er það ekki byrjað? Já, ég veit það ekki. Hvað er þið að gera núna? Jú, ég er að tala við þig. Já, en þarna á bak við þig. Heldur ég heyri ekki ykkur fólki þarna fyrir aftan þig? Nei. Allir með öllum og sleikjandi hvern annan. Frussandi kampavíni yfir hvern annan og jafnplanta við jarðarberjum og hvað það er. Hvað sér? Fyrir hvaða peninga er það að gera það? Þetta er ekki svona, sko. Er þetta ekki svona, nei? Nei, þið segið það allir og allir. Allir? Býtu...
Þetta eru mínir peningar sem að greiða þetta. Af hverju sagðir allir? Allir með öllum þarna? Ég ekki kallmaður, sko. Ég sagði að þið öll, sagði ég svo á eftir. Hver er þú með leyfi? Gunnþór heiti ég. Meira endanum sem vitleysan. Eitthvað fleira. Eitthvað fleira? Ég er ekki að kaupa neitt að þér. Það eru þið sem eru að hyrða peningana mér. Ég er ekkert að selja neitt, sko. Ætlar að selja mér eitthvað? Nei, ég er ekkert að fara að selja neitt. Hvað varst að segja það þá? Ég bara, heyrðu það ekki? Ég veit ekkert hvað þú sagði. Nei. En það varða mig ekkert um það. Nei, akkur hringdur þá? Ég vildi bara að tóa hvenær þið ætlaði að fara að gera eitthvað við fólki í landinu. Já, það var nú bara að skrifa undir í skilur morgun. Já, og það er búið að vera partí síðan þá, er það ekki? Nei. Frussandi yfir ykkur freyðivín og hvað það er? Það er ekkert svoleið, sko. Og Sigmundur Davíð þarna fyrir aftan þig? Ertu mjög drikkveldur eða langar að vera hérna? Er Sigmundur Davíð þarna fyrir aftan þig? Nei. Heyrðu í honum? Nei. Leyfðu mér að tala við hann? Nei, hann er ekki. Nú, ætla sé ekki vaknaður eftir partíð í gær, kannski. Hvaða partí? Nú, væntalega menni hafa slegið í partí, þeir eru búið að stofna Frá hvað leikara þeim ert þú? Þvælan alltaf seint. Og svo bendið í hver á leikara þeim ert þú eiginlega? Hvað sagðir þú? Hvað leikara þeim ert þú? Það er ekkert leikara teimi neitt. Nú? Nei. Svo bendið alltaf á hver annan. Það er enginn sem ber ábyrgð. Þú talar eins og þessi rauð og hvítu nefnilega sem að komast þetta fyrir jólinn, sko. Þú hefur alltaf góða rödd í það. Rauð og hvítu hvað? Rauð og hvítu, þú veist. Já, ég held þú ætti nú bara að fara heim að leggja. Ertu ekki búin að sofa neitt frá því partíinu í nótt? Þannig að rungla bara einhverja þvælu. Já, það. En já, ég ætla ekki að hafa það lengra. Nei. Er það Guðni Ágústsson að næður? Varst að taka þetta upp, eða? Taka hvað upp? Bara taka upp hanskan fyrir þjóðina eða eitthvað? Já, það getur vel verið. Þakka þér fyrir spjallið. Já. Vertu blessuð. Vertu blessuð, segir hann Gunnþór að láta heyri sér þetta. Já, hún var orðin eitthvað skeptisk í lokin. Já, hún var orðin skeptisk í lokin og það má fylgja sögunu, við heyrðum í henni. Já, við letum hana og letum við vita. Letum vita að þetta hefði verið við, en hún hélt á að þetta hefði verið eitthvað sem var fullur, sagði hún. Já. Ekki varstu fullur. Nei, langt frá því. Nei, Gunnþór er aldrei fullur. Nei, hann er bara reiður. En hann heldur allir í kringum hann séu fullir á kampæðinni og vitleysu. Angvandan, myndlitan. Til að fara hér í Örstuð Kiloból, svo er það brandarakeppnin. Hún er á sína stað. Brandarakeppnin og hvernig er stemmarinn? Og hvernig er stemmarinn? Agent.is í samstarfið Tuborg og N1 kynna. Jason Status, Temper Trap, Royksopp, ásamt einum stærsta plötusnúði heims, Nicky Romero. Á Keflavík Music Festival dagana 5. til 9. júní. Athugið á svona 100 öðrum tónlistaratriðum. Ekki með sá stærstu tónlistarhátíð landsins og tryggðu þér miða á næstu N1 stöð eða á keflavíkmusicfestival.com. Stundum þá stelst ég til að fá mér einn ilmandi hlöllabátaleg heim úr vinnu. Segir svo bara við konuna að ég sé ekkert svangur. Hlöllabátar, ómótstæðileg freisting. Smárabíó og Stöð 2 Sport kynna í samstarfi við Betsson og Sparta. Bein útsending frá úrslitaleik meistaradeildarinnar. Bayern München Dortmund í hágeða þrívít laugardaginn 25. maí í Smárabíó. Upplifðu leikinn í fullkominni þrívít og hæstu hljóð og myndgæðum á risatjaldi. Miðasala í fullum gangi. Athugið takmarkað magn miða í boði. Fyrstir koma, fyrstir fá. Smárabíó og Stöð 2 Sport. Saman í þrívít. Ert þú fjárfestir framtíðarinnar? Taktu þátt í ávöxtunarleik Keldunar á Vísi og farðu í ferðalag fjármálaheiminn. Hver keppandi fær 10 milljónir keldukróna til að fjárfesta. Glæsilegir vinningar í boði. Flug með Icelandair til New York og inneignir í sjóðum VIB fyrir alltaf 200.000 krónur. Skráðu þig til leiks inn á vísir.is. Í dag er magnaður miðvikudagur og 40% afsláttur af öllum handfrjálsum búnaði hjá Símanum. Hafðu augun á veginum. Síminn. Kæru Íslendingar, Hamborgarafabrikan hefur opnað á Jarðhæð Hótel Kea Akureyri. Fleiri hamborgarar, meiri hamingja. Hamborgarafabrikan, Höfðatorgi Reykjavík og Hótel Kea Akureyri. Hraðpenningar. Send okkur SMS í 1917 þegar þú þarft lán. Hraðpenningar. Betri þjónusta.
FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Optimum Nutrition fæðubótaefnin færð þú í perform.is. Optimum Nutrition hefur verið valið vörumerki ársins í Bandaríkjunum síðustu 2 ár. Perform.is. Holtasnóra 1, Kópavogi. Hversu gott blátt hrísskúlunissa? Temdu apa hvað það gott. Nissa, litríkt á bragðið. Einn á þessum miðvikudegi. Sem að í raun og veru ekki hægt. Það í rauninni ekki hægt að kveikja í rigningu. Nei, það mjög erfitt. Já, þannig að þetta mótsögn í þessu hjá henni. Og þér finnst þetta vitleysa? Algjör þvæla. Eins og þetta nú góð söngkona, Adel. En samt allir bara, þetta gott lag maður. Já. Engin einhvern veginn býtur náttúrulega, engin stoppar við og segir, þetta bara rugl. Þetta ekki hægt. Gellan bara að þvæla með okkur. Já, set fire to the rain. Það ekki hægt. Hvað er með eldspýtu bara einhvern veginn? En þú getur alveg verið með eld í rigningu samt. Það mjög hæpið. En þá ertu að set fire in the rain. Já, ég meina, þú ert með rokeldspýtur. Já, það til dæmis hægt. Og þú sér líka alveg að það eru brennur í gangi þó að sé smá rigning úti, sko. Já, en hún að tala að kveikja í rigningunni. Já, ég veit það. That's not possible. Nei, það ekki hægt nema að set Jesus. Ekki nema, já, nákvæmlega, nema að set... Nema að set God, Jesus. Mr. Jesus on the lane. Já, hann á línunni. Hello, Jesus. Hvernig ætlum við að vera með svoleiðis? Svona trúarhótt, vera með Jesus on the line. Já, og tala við hann. Já. Hringja bara í Guð almáttugan. Við getum gert það. Men það nú... Ég með beint númer hjá hann. Það stundum gert, svona í útvarpi og Omega og svona. Já. Þá verður að tala bara við hann á beinni. Það aðalega í Bandaríkjunum. Við erum nú minna í þessu á Íslandi að tala við Guð almáttugan. Þetta rétt í öðröti, við ætlum að hringja hann. Já, þannig að þá ert þú með Jesus on the line. Já, og hann inn á línunni. Já. En það eins og að komið að brandarakeppni FM 95 Blö. Já! Ég að svitna núna því að ég eiginlega ekki búin að hugsa neitt ennþá. Þú ert að miskila konceptið. Þú þarft ekki að muna brandara og þetta fara bara á netið og þú veist, þetta bara brandarakeppni, þetta svipað á þegar við vorum í Karugínu, skilju. Þú fer bara og finnur lag, syngur það, svo ferðu bara á netið núna og finnur brandara og lest hann og svo bara vega hlustendur og meta hvað brandarinn skemmtilegir. Já, en þetta svona brandarakeppni og svo ringja hlustendur og kjósa brandara, ekki? Jú. Já, þá viltu ekki hugsa góðan brandara til að vinna keppnina, það ekki svona... Já, eða fara á netið og finna góðan brandara. Já, ok, fannst þú þinn á netinu bara? Ég fann bara einhvern brandara hérna á netinu, maður. Sem ég var að spá í að lesa, sko. Eða, þú veist, vera með. Ok, hvort viltu byrja eða vera eftir? Ert þú tilbúinn með þinn? Já, ég að spara að taka eitt sem að bara ég var í brúðköpi helgina. Mætti þar sem leinigestur og þar heyrði ég eitt brandara. Þannig ég að spara skjóta honum út. Já, þannig allt í lagi. Já, ok, minn nefnilega svolítið þetta fyndin tilhölun, minn brúðkaupstengdur, sko. No. Já, ég segja minn. Já, byrja þú bara. Svo það 511-0957 og það keppni. Hver með betri brandarann fyrstur upp í 3 atkvæð? Já, ég byrja. Já, þú byrjar. Nýgift hjón voru varla búin að skrá sig inn á hótelin sem var við þetta líka stóra og fallega vatn þegar brúðguminn kemur niður og spyr hvar sé hægt að fá leiðan bát til að fara og veiða. Varst ekki að gifta þig? Spurði hótelstjórin. Jú, núna í morgun, svaraði brúðguminn. Mér langar að fara að veiða. En ættir ekki að vera uppi og njóta ástum með konunniðinni? Ég geta ekki, sagði brúðguminn. Hún er með kynnsjúkdóm og mér langar að fara að veiða. Hvar fæ ég bát til leigu? Já, þú veist að það eru til fleiri aðferðir sem hægt að nota, segir hótelstjórin. Ég skil alveg hvað þetta fara, segir brúðguminn, en hún er líka með gillinaðið og blæðandi góma. Við bjóður að þetta, maður. Ef að konaðin er með alla þessa sjúkdóma, akkur varstu þá að giftast henni, spyrir hótelstjórin. Já, hún er líka með orma, sagði brúðguminn nú. Eins og ég sagði við, þá finnst mér gaman að veiða. Hvar fæ ég bát til leigu? Þessi geðveikur, maður. Já, þessi... Hún er með orma, maður, og þá bara er hann með að veiði. Þetta er bara... Þetta giftast henni. Þessi svaðalegur, fenginn af brandarar.org. Glæsilegt. Brandarar, hláturinn lengir lífið. Góðu brandari, sjaldan og oft kveðin. Öddið, þú ert næstur, kóttu með hann. Já, það eru 4 reglur þegar kemur að því að finna hérna einu sönnu. Og nú ætla ég að spyrja þig, Pétur. Já. Því að, hann og að næstu leiti á þér og fara að gifta þig. Hæ? Nei, ekki? Ég er nú ekkert búinn að gefa neitt út það, þú veist, við erum ekkert... Hvað minnur? Nei, maður mun svona halda það með hvað er ástofanginn og svona. Þú kannski giftið ykkur einn daginn. Kemur að því. Já, ég er ekkert að segja að þú setja að fara að gera það næstu helgi. Ég held að það væri komin einhver dagsetning og ég vissi ekki að því, maður. Alls ekki, ég myndi alltaf láta það vita.
Þannig ég ætla að spyrja þig, af því að það fennt sem að þú ert að hugað þegar þú ert að fara að gifta þig. Og þú ert að finna hérna einu sönnu. Og sko, það er númer 1. Ertu búin að finna konu sem er sálufélagin? Já. Ok, þá er númer 2. Ertu búin að finna konu sem þú veist að þú vilt sofa hjá alla þína tíð? Já. Ertu búin að finna konu sem er skemmtilegast á konan sem þú veist um? Já. Og þá er það bara 4. og síðasta reglan. Já. Passa þess að 3 konur hittist aldrei. Þetta var svona alltaf lagi. Þessi er góð. Ég var on the spot hérna, en það er 51109. Ég var komin langað í huganum. Og sagður það sem ég... Nei. 5110957, við skulum sjá hvað hlustendur segja. Fyrstur upp í 3 atkvæði, FM góðan daginn. FM góðan daginn. Hvor brandari fannst ég betri? Það sem ég finnst besta brandarann. Hvað segirðu? Þú ert bara finnastu maðurinn allir tíma sem ég hef herti og þú ert langt finnastu maður sem ég hef herti á brandunum þínum. Hver? Þú, Pétur. Hakkaði fyrir mig. Já, þú ert langt finnastu maðurinn sem ég hef herti á æfinu minni. Herðu, þakkaði kærlega fyrir það minn. Glæsilegt, takk fyrir að hringja. Yndislegt að heyra. Ok, þá er Ég var ekki að spjalla reyndar aðeins lengur við þennan. Þessu, þú skal bjóna bara í brúðkaupið. FM, góðan daginn. Góðan daginn. Hvað segir þú? Góðan daginn. Ég segi Ötti Blöð. Já, var minn ekki betri? Maður munnaði litlum maður. Ég bjóst líka við meiri frá 15. manni Íslands. Já, ég er sammálaður þarna, það er oft meiri press á honum. En ég menna að 15. maður Íslands 99, sko ekki gleyma því, það er langt síðan. Já, það er ríkaði kallinn. Það er farið að slá í hann. Já, það er svona ríkað, farið að leita á netinu og svona. En þetta var reynda svaðalegu brandari, en auðabrandari var helvíti góður líka. Já, helvíti góður. Takk hjá það, það er 1-1 og við skulum fá hér næsta hlustanda. FM, hvor brandari fannst ég betri? Pétur. Pétur? Já, þarna maður. Það er 1 atkvæði. Ég er sammála. Með ormana. Takk fyrir. Ok, það er 2, þú getur treyst þessi. FM, góðan daginn. Það er Pétur. Það er Pési, náður hann búin að vinna þessa brandara. Grjánaði með þeim, þetta var góður brandari með ormana. Já. Fannst þér hann góður? Já. Já, sérðu þetta ekki fyrir þeim maður? Ok. Konan liggur upp í rúmið með orma maður og hann með veiðistöngina mættur í vöðlunum aldrei minn. Ég fann að veða. Græjaði orma og kallinn í kvellin maður og svo er hann maður assast í þetta. Takk fyrir að ringja. Ég sé þetta allt við. Takk fyrir þetta maður. Þetta var brandarakeppnin, þú veist að það í næstu viku þá er þá kargin. Býta aðeins. Já. Auði. Hvað? Þú veist, þú er aðeins að dvelja við þetta. Dvelja við hvað? Ég er búinn að vinna 2 brandarakeppnir sko. Já, þú ert... Winning is my fuel. Þetta er líka hugmyndi, innast brandaraki. Ég þarf að fara að hugsa eitthvað betri brandaraður í keppninu. Heyrðu, þetta var bara, ok, heyrðu, hvað er að gera? Ég meina, Karolgi var tekið hérna dagskrá. Nei, það er aðra ykkur viku. Það er næstu viku. Ó. Já, en besti brandarinn samt sko var brandarinn sem ég sagði í Bjössa en daginn. Bara ég sagði hann svo hægt að því að ég var svo stressaður. Það er uppáhaldsbrandarinn minn. Hvaða brandarinn var það? Bjössa hverjum? Hérna, Björn Bræði var hérna. Já, ok, voruð þið í brandarakefni? Nei, bara ég sagði hann með eitt brandara. Ok, hvernig er hann? Ég er búinn að segja það. Það var með hérna, hann fór svo í sund og var með spangir. Við skulum fá bara hérna, fá bara lag. Heyrðu, ég má velja lagi á leiðinni heim. Já, þú má... Það er geðvikt, ég er með svo gott lag á leiðinni heim. Þú mátt hjálpa hann með það? Nei, ég verð að fá að velja. Þú hugmyndasmiður. FM 957 leitar að nafni á nýja morgunþáttin sem farin í loftið. Komdu á fm957.is og deildu með okkur þinni hugmynd. Sigurvegarinn í keppninni verður leystur út með splunkunýjum iPad mini frá eSímanum. Komdu á fm957.is með þína hugmynd og hlustaðu síðan á Sverri Bergmann og Óla Jóels á morgnana milli 7 og 10 á FM 957. iPhone, iPad, iMac, MacBook og allt annað sem Apple-unandinn þarf. eSíminn, Skibolti 21, sími 534-1400. Ert að leggja í hann? Í dag er magnaður miðvikudagur og 40% afsláttur af handfrjálsum búnaði hjá Símanum. Góða ferð. Síminn. Pepsi Max og Túborg léttöl kynna í samstarfi við N1. Þjóðhátíð í Eyjum, 2. til 5. ágúst. Framkoma, Stuðmenn, Retro Steffsson, Ásgeir Trausti, Sálin og Skálmöld. Brennan, Flísin, Brekkusöngurinn, Flugeldasýningin og Stemmingin. Náður í mið á dalurinn.is. Dalurinn býður. Þjóðhátíð í Eyjum. Lífið er yndislegt. Vissið þið að smálum kredi er fyrir kóð? Sendu bara SMS í 1919 og við leggjum inn hjá þér. Kredja, einföld þjónusta. Er ekki kominn tími á alvöru tónleika á Íslandi?
Sena kynnir Frank Ocean í höllinni 16. júlí. Miðasala hefst miðvikudaginn 29. maí klukkan 10. Ekki missa Frank Ocean í höllinni 16. júlí. Sena. Happy Hour á Lebowski Bar alla daga vikunar, milli 16 og 19. Lebowski Bar. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Hversu gott grænt perlunissa? Safnaðu frímerkjum hvað það gott. Nissa, litríkt á bragðið. Gauti og Pétur Jóhann í FM 95 Blö. The Luminers með Ho Hey. Hann stendur með beint á móti mér hér, hann Pétur Jón Sigfússon, Íslandsmeistari í Model Fitness Karla. Frábær útvarpsmaður og það sem meira bara stórkostleg manneskja. Já, bara bara sömuleiðis takk. Takk kærlega fyrir það. Úff. Já, þú ert búin að vera að keppa í Model Fitness eða ekki, Pétur? Nei, ég hef aldrei keppt í Model Fitness. Tókstu ekki það síðast? Nei. Nei, ok. Gerðu þið það? Ég heldur en það sé bara konur í þið líka. Í Model Fitness? Já, já. Veitu af hverju er það? Af hverju er ekki kallmenni því? Já, þeir eru bara í svona fitness, bara male fitness, held ég. Já. Ég byrju keppa kallmenn líka í Model Fitness. Já, heitir það? Já, ok. Þú getur farið í það, maður. Nei, ég er góður. Að standa svona upp á sviði og... Já, nei. Og pósa. Nei, ég er ágætur. Rættilega að sleppa því. En hvað... Fyrir hvern ertu með hennar fallega líkamæði og ætlar ekki að sína okkur hann? Hvað segir þau? Þetta er svona Jón Ásæll. Já. Fyrir hvern ertu með hennar líkamæði? Já. Þú ætlar ekki að leifa fólkinu í landinu að njóta þess með þér. Já, því ég veit það ekki. Akkur ertu svona nýskur á vöðvana? Hvaða vöðva? Akkur ertu svona nýskur á hennan fallega líkamæði öðun? Herðu, ég er ekkert nýskur. Nei, leiða okkur að njóta hans með þér, leiða okkur að sjá hann. Er þetta ekki óviðandi Jónasson? Farðu úr fötunum auðin. Farðu allavega úr á ofan og leiða okkur að sjá. Eli, ég er góður. Fýtt svona bara. Þetta finnst mér eiginginn í þér. Ákvörðu? Leiða okkur ekki að njóta þess. Þetta er ekkert... Þetta er svona perra, Jón. Þetta er samt ekkert perra, mig. Það gæti verið svona. Já, svona farðu úr. Ef hann er líka reyðari, þá er það svona farðu úr auðun. Farðu úr þessum djöfisins lörfum. Klæddu þú fötunum hlungurðinn. Nei. Og það strax. En við erum búin að ræða þetta svolítið, Pési, á miðvikudum með dagskrá sem við horfum á. Og þú hafðir áhyggjur aðeins daginn og sendið mér sérstaklega SMS með Game of Thrones. Ertu ennþá með áhyggjur? Nei. Og rætast úr þessu. Það er aðeins að detta inn smaksjá núna. Já, heldur betur maður. Já, en þetta... Það er alveg límdur. Ertu? Ég fekk mér ískaldan á mánudagskvöldi síðasta. Og horfðir? Með. Já, ok. Game of Thrones. Þeir eru alltaf með þarna auglýsingar þarna sem hefur verið að opna bjórflösku. Egil Skull. Svo kemur svo... Já, eitthvað. Já, Egil Skull. Ég skilur ekki máli. Ég bara átti bjóri í ískapnum og ég fór að náði hann. Já, svona til að hafa með Game of Thrones. Það var næs, maður. Já, voða kósí. Já, geðvikt. Og góðu þáttur. Annar í Hvítarsunnu. Annar í Hvítarsunnu. Ég er náttúrulega Khaleesi mín manneskja, sko. Já, hún er rosaleg. Hún er öll að tvíeflast þarna. Já. The Dragon Mother. Hún hefur verið að grjóthörð, sko. Þetta er spennandi. Þetta er spennandi. Já, það steytist hér í lagið á leiðinni heim. Svo var ég að fylgjast með þessu þarna. Búin að velja lag, já. Býta aðeins. Slaka aðeins á. Ég er alveg pollslagur. Mér finnst samt undum, þú veist að þið verið með á FM. Já. En svo þú sett svolítið að flýta þér. Já, bara, hvað viltu ræða? Bara slökum aðeins á. Pollslagur. Enjoy the silence. Já, eins og, er það lagið sem þú vilt hafa á leiðinni heim? Nei. Ég horfði líka á Following hana. Já, ég á það allt inni. Þú á það inni, já. Kevin Bacon vinnu minn, sem á sama ammalist á ég. Því þú veist þá, og þú veist ekkert hvernig hún endaði. Hvað segir þau? Þú veist ekkert hvernig svo seria endaði. Following? Já. Nei, ég eftir að horfa bara fyrsta þátt. Ok, ég ætla að fara að ræða endurinn við. Já, við sleppum því, það eru líka kannski fleiri að nútið sem er eftir að sjá endurinn. Já. Ekki fara að eyðileggja hann fyrir fólki sem á eftir að horfa á þetta. Nei, gott mál. Herðu, ekki máli, þá skiptir það ekki máli. Ég er búinn að velja lagi á leiðinni heim, erum við að fara í það? Nei, það er eitthvað næst. Við ætlum fyrst að heyra í manni sem er á leiðin til landsins. Hann heitir Frank Ocean og lagið. Er hann ekki skildur Billy Ocean?
Frank Ocean. Já, þetta sonur hans eða frænd hans eða bróðir hans? Þetta held ég frænd hans Billy Ocean. Já, Billy Ocean að mínum mati miklu betri en Frank Ocean. Hann var svona, hann allt öðru í þessi tónlistamæður. Ef að heyra eitthvað gott með Billy Ocean? Nei, ég hef ekki að sleppa þig bara. Akkur ekki? Það held ég að væri frábært maður. Það kemur fólkin í stuð. Billy Ocean? Já. Hvaða lög á Billy? Don't get me started. Já, hvað á hann ekki, minnaru? Já, hvað á hann ekki? Hann á all bestu lögin. Alla slagar hana. Já. En það hins vegar komið að laginu heim. Já. Það ekki með Billy Ocean. Nei, kallið minn. Frænda Frank Ocean. Þetta lag fekk ég að velja þar sem að ég sigraði hérna í brandarakefninni. 3-1 ekki? Já, þetta var svona 2 lala brandarar ef ég var alveg hinskilinn. Þeir voru... Þetta ekki brandarar sem ég myndi segja í veistlu ef ég var veislustjóri. Finnum var betri. Nei, okkur tapaði hann þá. Það bara stundum þannig. Sometimes you win some and you lose some. But sometimes when you lose you actually win. Yeah, it's the way the cookie crumbles. Veistu hvað mynd þetta var? Nei. Jú. Sometimes when you win, you actually lose. And sometimes when you lose, you actually win. Já. Sometimes when you win or lose, it's actually a draw. Já, þetta var í Few Good Men. Nei. Þá var þetta í hérna Big Lebowski. Nei, þetta var í kvikmynd sem heitir White Man Can't Jump. Já, White Man Can't Jump. Ég var að fara að segja það næst. Ok. Þá ertu búin að vinna þessar 3 myndir sem að þú hefur séð. Þú ertu búin að vinna einn kampæn. En já, það komið að laginu á leiðinni heim og... Flöskuborða strawberries, mann. Flöskuborða strawberries. Skuldar það þá? Já, var ég að vinna mér inn flöskuborða strawberries? Nei, viltu ekki gera upp fyrst? Hæ? Viltu ekki gera upp áður og ekki þangað? Ég menna ef ég var að vinna mér það inn, þá var ég búin að nulla þetta borð sem ég skulda. En hérna, lagi á leiðinni heim, það var Pétur Jóhann sem ég ekki að velja það. Nema það, hann bað um þetta laga á. Hann var að lofa mér að lækka ekki í þessum lagi. Svo var hann hættu við, en svo komst aftur með það. Já. Þannig að við erum á því að þetta er bara lagi á leiðinni heim. Þetta er lagi á leiðinni heim. Ok. Með þessu lagi ætlum við líka að kveðja hér strákunni. Rikki G er mættur til þess að taka við okkur. Menn verða að hækka í græjunum eða ætla að njóta þess að vera. Já, það er alltaf þeirra lagi á leiðinni heim. Þá er þetta að hækka vel í græjunum og hafa þetta kosi. En í þessu lagi verður að vera með gott bassabóks. Gott bassabóks? Já. Ok, ertu með gott bassabóks í bílniðinum? Í Terrano? Já. Reyndar ekki? Nei. Ég þarf að fara að bæta því. Þú er ekki að hækka þetta í botn þegar þú kemur út í bíl? Nei. Nei, ok. En Pétur, ég vil þakka þér kærlega fyrir daginn. Sömuleiðis, kallinu. Búið virkilega gaman að vera hérna með þér. Heiðurinn allur mín megin. Eins og alltaf. Heiðurinn allur hérna megin. Ég sé þið aftur eftir viku, eða ekki? Rikki, heiðurinn allur hérna megin. Rikki nýsnóðaður, lítur vel út og hann ætlar að vera með ykkur til 9 í kvöld. Hann takir vel á móti honum. Við verðum mættir hér á morgun við Hjöppi. Ef að fara að kalla Rikka G bara snottas. Hann er búinn að snóða sig. Áttur ekki hund sem að hétt Snottas? Jú, ég átti hund sem að hétt Snottas. Snottas? Það er þetta lóðunum á sínum tíma. Snottas verður með einhverjum það milli. Það er þetta rosalegt nafn. Það er ekki eðveikt nafn. Það er mjög sáttur við það. Já, bara, það er líka sko brings me back good memories. Já, Snottas er að taka við. Já, það var æðislegur hundur. Hvað er Snottas lengi í kvöld? Snottas heitir 9, þannig að takk ég vel á móti Snoddaranum. Það er hættu þessu drengur. Það er komið að lokum hjá okkur. Endilega tekja á Rikka og við heyrumst á morgun klukkan 4. Takk fyrir daginn, kæru hlustendur, og takk fyrir daginn Pétur. Svo kynnin lagi á leiðin heim. Já, þetta er New Order og lag sem heitir Blue Monday. Þetta er rándýrt. Þetta er ekta svona Pétur Jóhann. 95 blöð. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Hversu gott er grænt perlunissa? Safnaðu frímerkjum hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Fast and Furious 6. We're not dealing with cops, we're drug dealers. Vin Diesel, Paul Walker og Dwayne Johnson eru mættir aftur í einni hörðustu spennumynd ársins. I need your help, Dom. I need your team. Fast and Furious 6. Take it or leave it. Sýnd í kvikmyndahúsum land allt í samstarfi við Dominos og GAP. Ég hjúkrunarfræði því að mig langar að sinna bráðaflutningum borðið þyrlu eða flugvél og það eru miklu möguleika fyrir hjúkrunarfræðingar í dag að sinna því starfi. Ætlar þú í háskóla í haust? 200 námsleiðir í boði í háskóla í fremstu röð. Umsóknarfrestur grunnnám er til 5. júní. Sæktu á hi.is. Velkomin í Háskóla Íslands. Nú mega þeir sem minna mega sín taka gleði sína. Því að megavika Dominos er hafinn. Allar stórar pítsur og aðeins 1390 krónur, pönnupítsur og aðeins 1590. Pantaðu með appi, á netinu eða í síma 58 12345. Dominos. GAP
kynnir stórmyndina Fast and Furious 6. We're not dealing with cops, we're drug dealers. Komdu og skoðaðu úrvalið af Mongoose alvöru hjólum hjá okkur í GAP og þú átt góðan möguleika á að fá miða á myndina. Einfaldara gerist það ekki. New and improved. Fast and Furious 6. Sýnt í kvikmyndahúsum land allt. Straumurinn liggur í sumarskólan í FB. Sumarskóli.is. Formúla 1 kappaksturinn í beinni á Stöð 2 Sport. Vinsalasta kappakstuskeppni allra tíma. Kappaksturinn í Monaco. Sunnudag klukkan 11:30 í opinni dagskrá. Stöð 2 Sport. Getur þú fengið Apple-fjölskylduna eins og hún leggur sig á lægra verði í tölvulistanum. iPad mini, MacBook Air, iMac, iPad, Mac mini og MacBook Pro. Tölvulistin. Þú ert að hlusta á FM 95 blöð, á FM 957, FM 95 blöð. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. Hversu gott brúnt karamellunissa? Húðflúraði flóðhest hvað það gott.